við erum hérna að ljúka þættinum Sigurjón Magnús og ég, Gunnar Smári, Egil Synir. Hérna, það var margt í þessu viðtali við Guðrúnu. Já, ég bara man alltaf eftir neins ákveðinni eins og hún var hérna. Pólitík. Já. Landsföðuleg. Já, það er til það hugtak. Hún var ákveðin. Já. Nei, mér finnst það áhugavert. Og kannski við deilum ekki öllum pólitískum skoðunum en já, bara verið ykkur verið því að hún hafði skoðanir á því sem var að tala um. Já, en þetta er verkefni sem hún hefur að raða saman Sjálfstæðisflokknum. Og sömuleitt er þetta ekki einfalt að vera með Viðreisn öðrum megin og Miðflokkinn hinum megin. Já. Og svo líka náttúrulega eins og kom inn að þetta var svo jafn kostning þegar hún bauð sig fram til formanns, hún Áslaug Arna, það er bara sjónamunur. Og það er náttúrulega í þingflokknum fólk sem voru sinni sem Áslaug Arna og hún, ég heldur sé að vinni í þessu, ég trúi henni bara að ná þingflokknum bara með sér. Mér veist ég heyra svona þessi neikvæðni sem var í Sjálfstæðisflokknum í síðustu misseri ríkisstjórnar Katrínar og Bjarna. Já. Mér fannst það komir svolítið óvart að það hélt bara áfram eftir þetta formannskjör. Það var svona eins og væri allavega meðal hluta flokksmönnum, svona engin vilji á því að skapa frið eða svona stundu gerist þegar fólk bara festist í svona einhverju neikvæðinu töði. Það var sem það að vera svona svolítið ríkjandi í Sjálfstæðisflokknum. Maður heyrði það í þessu svona hægra podcasti. Það er rosalega svona neikvæðni gagnvart flokknum og Guðrúnu og svolítið að sé vera einhver hópur sem að tala sinna það að Guðrún sé svona millibilsformaður. Já. Og það er eftir að finna framtíðarleiðtogann. Já. Það er þá eitthvað sem sagt hlutu hópnum, þeir sem eru lengst til hægri í flokknum. Já, sem voru sömu og voru að sjóða mikið undir óánægju með flokkin í ríkisstjórn, Katrínar og Bjarna. Já. Sem voru alltaf þessi gagnrýni á flokkin var oft hörðust innan úr flokknum sjálfum. Já. Þannig mér finnst það hafa svolítið haldið áfram. Þannig að en það verður mjög áhugavert að hún ætla að bóða einhverja húsnæðisstefnu. Það verður kannski kemur Sjálfstæðisflokkurinn með róttæka húsnæðisstefnu. Hún sagði það. Það er bara að vera að vinna fyrir hann eða með inni. Og líka með ríkisútvarpið, hún vil alveg gera breyta því. Já, hún vil bara leggja það af. Það er nú Sjálfstæðisflokkurinn það er með ATFR og ríkisútvarpið. Manstu hvernig þau byrjaðu að tala um þetta? Nei. Er það ekki bara svona fyrir 1980 eitthvað? Jú. Er það ekki svona ungir sjálfstæðismenn svona þegar Jón Magnússon og Ellert voru þar? Er það ekki sú kynslóð sem eiginlega tók þetta mál upp? Og Friðrik Sófusson. Já, búið að vera að tala um þetta síðan 1970. Já. Þeir eru búin að vera í ríkisstjórn meira að minna síðan þá. Já, en hún komur tillögur að hvernig hún vildi gera þetta. Já, bara dreifa penningunum til einkamiðla með einhverjum hætti. Já. Og hvað er þið eftir? Rás 1 og sjónvarpi sem eru þá íslenskt og norrænt. Sem takmarka þá stofnun allverulega. Og nefskatturinn í burtu. Já. Ég veit ekki, við erum með ríkisútvarp í kringum okkur og þau hafa þróast svona með öðrum hætti. Það eru, hvað allir BBC sem margar útvarpsrásir, ég held að sé 16 eða 20 sko. Því þeir eru náttúrulega með svæðisútvarp út allt. En svo er það líka þannig að eftir því sem að hlustendahópurinn svona eldist, að þá stofna þeir alltaf nýjar undir og svona einhver leyti finnst mér til dæmis eins og í útvarpi, að við erum nú í útvarpi, að mér finnst ríkisútvarpi ekkert sérlega gott í svona samfélagslega umræðu. Nei. Hún hefur svolítið verið skilin eftir á Rás 1, það sem er svona frekar eldri hlustendur, og í svona fastmótuðu þáttum, það er morgun útvarpið bæði í Rás 1 og Rás 2 sem er svona samfélagsumræða. En svo er hitt svona fastara formi einhvern veginn. Það er svona eins og samfélagi í nærmynd sem er ekki beint svona frétta umhverfið, víðsjá og lestin sem svona menningarlegt. Þannig að það er ekki mikið af svona almennri samfélagsumræðu í útvarpi RÚV.
Nei, það ekki. Sem mjög áberandi hérna í Bretlandi. Það hérna vikulókin. Já. Klukkutíma á vikunni. Er ekki eitthvað meira, er ekki að gleyma ykkur? Nei, ég held ekki. Svo það komið hérna þetta helst sem svona stuttur þáttur í kringum hátíðsréttinnar. En það mjög lítið svona það sem kallað svona current affairs, það ekki mikið. Og svo líka bara svona umræða sem að maður heyrir mikið í hérna finnst mér í Bretlandi og Írlandi og svona. Oft gaman að hlusta á þetta því að þetta kannski svona útvarp eins og Rás 2 hefði geta orðið ef hún hefði áfram að þroskast eins og það var frá tíma Stefáns Jóns Hafsteins. Það sem var menn muni eftir þjóðarsálinni og því. En það var svona meiri samfélagslega umræða svona opnar í dagskrá og mér finnst útvarpinn í Bretlandseyjum vera líkar í því heldur en því sem hérna hjá okkur. Mér finnst það meira svona tónlistarútvarpstöð. Mikið. Stefán Jón Hafstein, hann bauð mér vinnu á Rás 2, þá var ég á fréttastofunni og ég stundum séð eftir því að það var sagt nei. Það var svo mikil kraftur í þessu kringum. Þetta var svona nýjungar gert öðruvísi. Og svona meiri kvikara. Maður manna kannski, þetta kannski svona, minningar mann sér, en ég man þegar Atli Rúnar var í pólitíkinni, að þá var hann oft að spila upptökur á okkurum pólitísku fundum á Suðurlandi og manni fannst það vera svona eins og að það veri meiri svona ákafi að skrá samfélagið eins og það er, sem að í staðan fyrir við verðum alltaf öll löt, við bara köllum alla hérna inn og smátt verður vinnur formið einhvern veginn og það er hérna 7:30 slottið og verður alltaf eins og þú veist, og þú talar alltaf við Artúr Björgvin í Þýskalandi búin að gera það í 20 ár, alltaf einu sinni í viku og þennan í Danmörku og þannig að þetta ég held að var mjög gott fyrir ríkisútvarpið að fá eitthvað svona eins og Stefán Jón var sem að tæki og myndi aðeins hrista upp í þessu. Það er eitthvað gelt þarna inni. Já, sammálaður. Svona væri mér afgerandi í dagskráin. Og ég held að... En hann sagði eins og Kristján Jóhansson sagði eins og við mig að hann var að tala að það væri engi klassísk tónlist í útvarpinu. Ég sagði hvaða vitleysa maður. Það er á Rás 1. Rás 1? Hún er handónið eftir poppararnir náðinni. Það eru 68 kynslóðum að taka yfir. Nú erum alltaf hlusta á Beatles og Rolling Stone. Ég myndi vilja hafa þetta klassík og jazz eins og var ekki að landa það, Því það er nóg af hinudótinu, Svo Rondo, ég bent honum á það, þá sagði það er ekki dagskrá. Það er bara að vera að spila. Engin umfjöllun eða neitt, ekki einu sinni kynnt hvað þetta er, Nei. En það, við lifum líka tíma sem að ég held að séu flestir sammála á því að þetta er svona tími það sem er mikilvægt að við höldum upp í samtali í samfélaginu. Það er svona það sem er að gerast í Bandaríkjunum og er að gerast... En komum þetta heim, bara komum inn í þetta stúdíó hér. Eins og þegar við vorum með vettvang dagsins á það. Það voru 4 samræður þetta. Og þetta er bara úrvalsefni. En það er minnst að þetta sé þetta hlutverkum RÚV að vera með ólíkar raddir við borðið og þú veist og við þurfum kannski er þetta erfitt fyrir samfélagið. Þetta er svo að fara í gegn einhver brimskafl og kannski bara þurfum við að fara og það getur verið að einhver samtali leysist upp í einhverja vittleysu en svo bara höldum við áfram að ég myndi halda að þetta var eitt af hlutverkum Ríkisútvarpsins að bara ýta undir og efla samtal í samfélaginu öll mál. Við erum sammála, bræður. Við fórum að tala fjölmiðla, það er ekkert mikið að gera þannig á þingi, er þetta ekki allt svona svipað og við reiknum með? Miðflokkurinn er óþekkur. Guðrún að reyna að finna svona einhvern stað fyrir sjálfstæðisflokkurinn sem svona ábyrgur stjórnarandstöðuflokkur á meðan að miðflokkurinn alltaf vera óþekki. Já, þau alltaf vera óþekki, það er ekkert reynt á það. Framsókn svo sært að það er eiginlega, maður áttast ekki alveg á þeim. Það er eiginlega eitthvað, staða framsóknar er mjög merkilegt, að Sigurður Ingi talar ekki nógu skýrt. Mér finnst, hann segir að við höfum talað skýrar stefnun okkar, en það er enginn að meina það. Það er bara að hann verður að
sko, framtíð flokksins, hvernig hann sér hana, alltaf undir sinni Hann sér hann forystu. ekki. Hann kannski sér hann ekki neina sérstakka framtíð. Nei. Sér þú einhverja framtíð? Fyrir þau? Ná. Nei, ég get það ekki. Nei. Ég get það ekki. Ég held að þau eftir að bara finna hvers svona flokkur ætlar að verða. Ætlar að færi sín, hann færiði með fast Sigur Ingi, sko, ég sagði það ekkert um, en hann væri hægri sinnaðist í formaður Framsóknarflokksins, nema að vera skildi, sko, Halldór Ásgrímsson á síðustu metrunum. Og ég alveg á því og ég myndi halda að leið Framsóknarflokksins væri að fara svona, allir vilja leita að rótunum, að fara að rifja aðeins upp hvað snýrist þessi, sko, samvinnu hugsjón. Er það ekki eitthvað sem við getum gert? Eða eigum við að bara alltaf að vera að ýta undir stórfyrirtækin, eins og Sigur Ingi gerði sem hluti, hann fór að tala um þessum samvinnuverkefni sem var mjög sérstakt fyrir formann Framsóknarflokksins og þá var það sem kallað, sko, PPP, að fá einkaaðila til þess að fjármagna og byggja upp innviði. Ég held að gamlir samvinnumenn hafi, sko, hrist hausinn við því ef þetta því að hugmyndin á bak við samvinnuhreyfinguna var að búa til atvinnu fyrirtæki sem að vera byggð upp á félagslegum grunni, stöðuleika og líka bara til mótvægis við einkagróðan. Ég meina, samvinnuhreyfingin har aldrei haft neitt sérstakann áhuga á einkafyrirtækjum og einkagróða. Það var ekki fyrir en að sambandi hrundi og starfsmenn sambandsins náðu undir sig eignum samvinnuhreyfingarnar og fóru að reka sem einkafyrirtæki að Framsóknarflokkurinn ákvað að vera flokkur þeirra, sko. Svona Ólafs Ólafssonar og Það heit allir, ég er að reyna að rifja upp fleiri nöfn. Já, ég ætla ekki að segja það. Nei. Þetta gerist á tíma Halldórs Ásgrímssonar og þá verður flokkurinn svona miklu líkari Sjálfstæðisflokknum í svona hugmyndum hvað er það sem að drífur áfram samfélagið. Það var í Framsóknarflokknum var svona félagsleg taug sem er stundum bara mjög erfitt að finna. Samt, sko, síðustu metur Halldór sem formans og þá sem, sko, í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki að þá var hann sem innlegur Evrópu sinni. En ekki Sjálfstæðisflokkurinn. En Sjálfstæðisflokkur var samt þarna að raun hafi upptak á evru, var auglýsinga herferð sem að Bjarni Ben var með. Já, og Bjarni Ben og Illi Gunnarsson skrifu grein það var samþykkt á landsfundi að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort þetta hefja aðildarviðræður. Þannig að á þessu tíma var Sjálfstæðisflokkur líka nær Evrópu heldur en núna. Ég held hins vegar, og veit ekki alveg hvernig ég get útskipta, ég held að Kristrún Frostadóttir hafi enga sérstakann áhuga á þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Nei. Ég held hún lítið á það við ættum eiginlega að vera einbeitt okkur allt öðru. Þetta mun leysa upp pólitíkina bara í kringum þetta mál og mun vara í, sko, 1,5 ár áður en að atkvæðagreiðsla fer fram og mun taka allan fókus og reyna mikið á í ríkisstjórninni þar sem annars vegar með Viðreisn og hins vegar með Flokk fólksins. Ég held að hún segi bara er ekki eitthvað leið að ég láta þetta bara hverfa, sko. Ég held að. Nú þurfum við aðeins að laga til. Já, þú veist, þetta er ekki það mikilvægasta sem við stöndum fram yfir í íslensku samfélagi að fara að kjósa um Evrópusambandið. Ég hef grunn það að, ég veit ekki hvernig hún finnur það, þetta er náttúrulega í stjórnarsáttmálunum, þannig að þetta er flókið mál. Já, það er það. Herðu, já, við ætlum að það er KR. Það er KR að spila eftir. Já, Guði hjálpi KR. Þetta er þá lokinn á þættinum Synir Egils. Við þakkum gestunum sem hingað komið og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafi verið að hlusta eða horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Ég minnum á, sem að við gerum stundum, að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með að segja vinum á vandaminu frá efni sem ykkur líkar og þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilari.is, eins og spilarir líka app sem á hlaðinu í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma. Þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski þetta vill með önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þættinu Synir Egils, Rauðaborðinu og í öðrum þáttum
hópum samstöðurinnar. Það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifendur. Það eru bakhjarlar okkar sem hafa gert okkur mögulegt að byggja upp samstöðun og halda henni úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappi sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráð þig fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt, og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur í bili. Ég kem hingað næst annað kvöld, á mánudagskvöldi klukkan 8, þá verða sagðar fréttir samstöðurinnar, en njótið þess sem eftir er að helginni. Takk fyrir mig.